Ja, Hannes, í morgun var tilkynntum ákveðna breytingar sem að verða á keppnisfyrirkomulagi í Evrópukeppni. Í hverju felast þessar breytingar? Það felast kannski aðalega í byrjun og þá þetta varðandi A-landslið kvenna. Undan keppnin hjá stelpunum núna í framtíðinni verður innan keppnistímabils og í svokölluðum gluggum og þá eru þær ekki að keppa yfir sumartíman í þessum Evrópukeppnum eins og verið hefur og þetta er nú eitt af því sem við höfum svo sem barist fyrir í mörg ár, fulltrúar Íslands á vettvangi FIBA Europe, þannig að við erum mjög ánægð með þetta og þetta er náttúrulega felst í því þá að í byrjun að fyrir undankeppnina sem framfyrir í keppnin sem verður 2017 og þá byrjar undankeppnin í nóvember á næsta ári, þannig að það verða 2 landsleikir í nóvember á næsta ári og svo 2 landsleikir í febrúar 2016 og svo aftur í nóvember 2016 og þannig munu þá liðin tryggja sig inn á lokamótið Eurobasket kvenna 2017 og þetta er náttúrulega bara mjög gott tel ég og við í stjórn FIBA Europe fyrir körfuboltann og þetta bara til að vera gaman að sjá hvernig þetta kemur út. Er stemt að því að fara í svipa fyrirkomulag með karlaboltan líka? Já, það er rauninni ástæðan fyrir því að farið í þessar breytingar að FIBA World, ef maður kallaði það þannig, þess að þetta var búið að gefa það út svona ákveð heimsdagatal varandi karlaboltan að það myndi hefjast svona glugga tímabil innan keppnistímabilina eftir keppnina 2017 en það var ekki búið að marka stefnu fyrir kvennaliðin og við í Evrópu okkur fannst það ekki vera nógu gott þannig að það var sest niður og mótanemnd FIBA Europe komst að þessari niðurstöðu að byrja bara strax og þannig að haustið 2017 og þá má segja bæði kallar og konur verða komnar í að keppa í Evrópukeppni landsliða á keppnistímabilinu og í svona gluggum. Þetta kemur til að hafa einhver áhrif á keppnisdagatali hérna heima. Hvernig lítur það við? Já, við þurfum strax að fara í ákveðnar bara pælingar og hugsa það hvernig við ætlum að leysa það því að í febrúar 2016 og þá er til dæmis landsleikjahliðið sem er þá fyrir stelpunar það kemur inn í bikarúrslitahelgin okkar og svo sem annað líka sem þeir að pæla bara heilt yfir varandi keppnistímabilið mögulega eru 28 leikir hjá stelpunum og mikið á einu tímabili þegar við þurfum að gera tvisvarsinnum landsleikjahlé og það er svona ýmsar hlutir sem við þurfum bara að fara í núna að ræða og velta fyrir okkur og ég tel við þurfum bara að vera með lausn á þessu á þingi sambandsins núna í vor og tilkynna þá þar hvernig þetta verður. Við höfum smá tíma til að leggjast yfir þetta og skoða og það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að gera það. Nú með þessari breytingu verður ekki aukinn kostnaður samfara þessu fyrir samböndin? Jú, það er klárlega einhver aukinn kostnaður en ég held líka það sem er í möguleiki auknum tekjum vegna þess að þetta er eitt af því sem við hefum nú talað eins og ég sagði áðan við fulltrúar Íslands á undanförnum árum sem hafa farið fyrir sambandinu að það er akkurat þetta að það er ekkert óbúslega sniðugt að vera að spila landsleiki og körfubolta kannski í júlí og ágúst þegar hásumarleyfistíminn er. Þannig ég held þetta að gefa okkur bara auki tækifæri að ná inn tekjum í afreksstarfið okkar og auka leið líka áhugan fyrir körfuboltanum. Þannig ég held þetta hafi ákveðan bæði jákvæð áhrif á körfuboltan og líka varðandi kostnað, tekjur og annað þess áttar. Þannig að ég held bara í heildina þá setjum mjög jákvæð breyting og þetta er að koma okkur vel fyrir körfuboltan og sérstaklega hérna á Íslandi fyrir okkur er þetta frábært að fá svona landsleikjahlé. Svona lókun það er þá alveg ljóst að A-landslið kvenna það verður í þessari keppni núna frá með næsta hausti. Klárlega, við höfum stemt á það að taka þátt og þetta eykur bara það líkunar okkar á því að taka þátt þegar það er búið að breyta keppnisfyrirkomulaginu eins og það er. Takk fyrir.